Krafan að Donald Trump verði vikið úr embætti verður sífellt háværari eftir óeirðir í höfuðborginni þar sem stuðningsmenn hans gerðu árás á þinghúsið. 4 létu lífið í óeirðunum. Forseti Íslands og forsætisráðherra eru sammála að árásin á þinghúsið í Washington hafi verið árás á lýðræðið að ávíkjan fráfarandi forseta, segir forsætisráðherra. Utanríkisráðherra segir málið ógnvekjandi. Slökkvistöðin á Akureyri var rafmagnslaus nokkrum andartökum áður en útkall barst eld í Glerárskóla í gærkvöld. Nokkur ungmenni hafa gefið sig fram og viðurkennt að hafa sprengt flugelda við skólann. Þótt eineggja tvíburar séu oft á tíðum afar líkir þá leiðir rannsókn íslenskrar erfðagreiningar í ljós að erfðamengi þeirra ekki eins líkt og talið hefur verið. 11 ára hafnfirskur drengur sem þurfti að vera 5 mánuði í sóttkví og einangrun á spítala á Englandi fann snilldarráð til að vinna bug á leiðindum. Hann fór að æfa sig á jójó og notaði meðal annars æðarlegginn í jójólistir. Komiði sæl. 4 létu lífið eftir árás á þinghúsi í Washington í gær. Donald Trump hefur í fyrsta sinn heitið friðsömum valdaskiptum. Aðeins tæpar 2 vikur eru þar til Joe Biden tekur við, en krafan að víkja Trump úr embætti verður sífellt háværari á meðal þingmanna. Það var í síðasta mánuði sem forsetinn byrjaði að auglýsa viðburð sem kallaður var Björgum Bandaríkjunum. Hann biðlaði til stuðningsmanna sinna að mæta. Þetta yrði sögulegt. Mörg svöruðu kallinu og Trump sjálfur ávarpaði fjöldan í gær. We're going to walk down Pennsylvania Avenue. I love Pennsylvania Avenue. And we're going to the Capitol. Og þangað fóruðu, en Trump var reyndar ekki með í för. Á sama tíma voru allir þingmenn beggja deilda á þingfundi. And it will stand in recess until the call of the chair. We'll pause. Protesters are in the building. Thank you. All of a sudden, everyone's like, it's just total chaos. Everyone's like going under their chairs. These are, House lawmakers in the House chamber who were just a few minutes earlier debating the electoral count of Joe Biden's presidential win. And all of a sudden, it's just total chaos. Because they work for us. They don't get to steal it from us. The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens. And you guys did this to us. We want our country back. Óeirðaseggirnir komust ekki aðeins inn í bygginguna heldur alla leið inn í þingsal og á skrifstofur þingmanna. Einn gerði sig heimakominn á skrifstofu Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildar. Ástandið var stjórnlaust, skemmdir voru unnar á byggingum og búnaði fjölmiðla sem stuðningsmönnum Trumps virðist jafn illa við og forsetanum sjálfum. 35 ára kona var skotin inni í þinghúsinu og lést af sárum sínum. Óeirðirnar kostuðu 3 mannslíf til viðbótar. Svona gerist þegar öruggum kosningasigri stolið, munið þennan dag að eilífu, skrifaði Trump á Twitter og birti svo ávarp. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. Skömmu síðar eyddu stjórnendur Twitter þessum færslum og settur forsetann í bann í 12 klukkustundir. Facebook og Instagram hafa lokað reikningum Trumps þar til hann lætur af embætti. Klukkan 6 að staðartíma í gær tók útgöngubann gildi í borginni. Þá var búið að koma flestum út úr þinghúsinu, þaðan gekk fólkið stolt og ánægt og ekki að sjá að neinn hafi verið leiddur út í járnum. Nokkrum klukkustundum síðar komu þingmenn aftur inn í salinn og staðfestu kjör Bidens. Flestir voru harðorðir og jafnvel helstu bandamenn Trumps virtust hafa snúið við honum baki. All I can say is count me out. Enough is enough. To those who wreaked havoc in our capital today, you did not win. When I arrived in Washington this morning, I fully intended to object to the certification of the electoral votes. However, the events that have transpired today have forced me to reconsider. Margir segja forsetann ábyrgan fyrir árásina á þinghúsið og krefjast þess að honum verði vikið úr embætti. Leiðtogi demókrata í öldungadeildinni Chuck Schumer segir að hægt sé að virkja 25. grein stjórnarskrár Bandaríkjanna til að koma honum frá völdum eða ákæra hann til embættismissis.
fram eftir degi í gær þá stemdi í að stærsta fréttin frá Bandaríkjunum yrði það hverjir myndu fá meirihluta í öldungadeildinni. Í Georgíuríku var kosið 2 sæti og það fór þannig að demókratar fengu þau bæði og eru þess vegna núna með nauman meirihluta í deildinni og dagskrárvaldið. En fyrir þá voru þeir með meirihluta í fulltrúadeildinni. Það eru margir sem velta í fyrir sér hvernig næstu dagar verði núna þegar valdaskiptin nálgast. En Donald Trump, hann héti í dag í fyrsta sinn að hann ætli að fara frá völdum friðsamlega. Og lýðræðið í Bandaríkjunum hefur verið mikið í umræðinni eftir þessa atburði í gær og við ræddum við Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði. Samkvæmt umfangsmestu könnun sem gerð á þróun lýðræðis í heiminum við Háskólann í Gautaborg þá hefur átt sér stað marktæk breyting á viðhorfi til lýðræðis innan flokks repúblikana. Þetta birtist í því að forystamenn flokksins í vaxandi mæli virða ekki svona eina hefðbundu lýðræðislegar leikreglur og þetta felst meðal annars í því að þeir vanvirða andstæðinga sína, þeir sýna þeim fyrirlitningu, þeir virða ekki kosningaúrslit þegar þeir tapa og þeir hóta í vaxandi mæli að beita ofbeldi. Bæði hóta þeir að beita pólitíska andstæðinga sína ofbeldi, hóta að beita blaðamenn ofbeldi og tiltekina hópa í samfélaginu. Og þessi viðhorfsbreyting felst líka í því að þeir telja jafnvel réttlætanlegt að breyta ákvörðun hins opinbera með ofbeldi. Þetta hafi orðið til þess að Trump varð forsetaefni flokksins og svo síðar forseti. Og Trump dettur ekki af himnum ofan, hann sprettur úr þessu umhverfi innan flokksins. Það sem gerir síðan við kjör hans fyrir 4 árum að þessi þróun í þessa átt, hún verður ennþá hraðari og flokkurinn þróast enn frekar í ólýðræðislega átt. Og svo komið núna að repúblikanaflokkurinn, hann skorar svipað á þessum mælikvörðum um lýðræði eða ólýðræði og flokkar Orbán í Ungverjalandi, flokkur Erdogans í Tyrklandi og flokkur Módís á Indlandi. Og það hefur engin hliðstæð sambærileg þróun átt sér stað hjá nokkrum öðrum hefðbundum hægri eða vinstri flokki í lýðræðisríkjum í heiminum. En Dagný Hulda, hver hafa viðbrögð ráðamanna verið, hér heima og annars staðar? Þjóðarleiðtogar allan heim hafa brugðist við þessu í dag og viðbrögðin eru öll á sama veg að lýðræðið þurfi að vernda. Og þarna á meðal forsætisráðherra Noregs, þetta forsætisráðherra Kanada, Frakklandsforseti, forsætisráðherra Indlands og fleiri. Og Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, hann sagði að þessi innrás væri smánarleg, Bandaríkin væru táknmynd lýðræðis allan heim og þess vegna væri mjög mikilvægt að valdaskiptin sem eru framundan verði friðsamleg. Og við skulum sjá viðbrögð ráðherra á Íslandi og forseta Íslands. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, segir tíðindin vægast sagt vekja upp mikla undrun. Ótrúlegt sé að í landi hinnar miklu öryggisgæslu á hæð sem eigi að vera betur varin en flestir staðir á jarðarkringlunni geti hópur fólks ruðst inn án þess að vörnum sé við komið. Hann segir þetta árás á lýðræðið. Já, að sjálfsögðu. Þarna átt að staðfesta með formlegum hætti úrslit kosningar og blessunarlega tókst það en ekki fyrr en þessi fádæmi höfðu gerst. Aðspurður hvað honum fyndist framferði fráfarandi forseta sagði Guðni að orðum í embætti fylgdi ábyrgð og orðum í æðstu embættum fylgdi aukin ábyrgð og vitnaði Þorgeir ljósvetningagoða að ef við slítum í sundur lögin slítum við í sundur friðinn. Hann fagnaði yfirlýsingu Pompeo og utanríkisráðherra Bandaríkjanna að þeir sem þarna voru að verki eru saksóttir og einnig ræðu Bidens verðandi forseta þar sem hvatt til stillingar. Það var fagnaðarefni að geta aftur sent honum heilla óskir þótt að öllu jöfnu eigi það eingöngu vera formsatriði þegar Bandaríkjaþing staðfestir úrslit kosninga sem fóru fram með löglegum og réttmætum hætti. Þarna var í raun og veru að ræða árás á þinghúsið og árás á lýðræðið og auðvitað var mér gríðarlega brugðið þegar ég sá fyrstu tíðindi af þessu því þarna erum við að sjá þessa merkustofnun sem í raun og veru bara að fara að fullnusta niðurstöðu lýðræðislegra kosninga og á hana ráðist að áeggjan fráfarandi forseta.
Katrín segir að fyrirfram hafi en ekki þótt þetta óhugsandi því orðræða þessa hóps hafi verið að þróast í andlýðræðislega átt og sá málflutningur hafi magnast upp í tengslu við kosningarnar. Ég get ekki sagt kannski að þetta kom á óvart en auðvitað bregður manni gríðarlega að þetta eru þetta ríki sem þekkt fyrir sína lýðræðislegu hefð og lýðræðislegu sögu. Sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi vildi ekki tjá sig þegar eftir því var leitað og var vísað í yfirlýsingar bandaríska utanríkisráðherrans. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir að framganga Trumps hafi verið til háborna skammar og þarna hafi ekki verið einhverjir mótmælendur á ferð heldur óþjóða líður. Þetta var ógnvekjandi að fylgjast með þessu. Það sem gott það að forystumenn í bandarísku stjórnmálum almennt brugðust með skjótt við sem afskaplega mikilvægt eins og ögur stundu sem þessari. Því að það fullkomlega eðlilegt í lýðræðisþjóðfélagi að menn takist á sig ósammála. En þegar ráðist að lýðræðislegum stofnunum eins og þarna var gert með ofbeldi, að þá mjög mikilvægt að það sé staðið vörð þær og það var gert og lýðræði stendur traustum fótum í Bandaríkjunum. Gunnar Birgisson lögmaður, hann býr og starfar í Washington. Hann vinnur nú mest heima þessa dagana en skrifstofan hans, hún í næsta nágrenni við þinghúsið og í fyrradag þá fór hann á hjóli í vinnuna. Og það var að safnast fyrir í fyrradag heilmikið af fólki sem augljóslega var ekki svona típist Washington fólk, svona skrifstofafólk, heldur var komið í bæinn til sem að taka þátt þessu. Það var svona að ráfa skoða sig eins og hefði aldrei komið hérna og var svona að líta á aðstæðurnar. En hvernig andrúmsloftið í borginni eftir atburði gærkvöldsins? Ég held að þetta hafi nú ekki ógnað íbúandum beint, heldur að frekar að fólk þykir svo ógnalegt hversu mikið þetta í rauninni bara raskaði ferlinum sem á að vera varðandi forsetaskipti og þeirra lýðræði og svoleiðis. Ég veit ekki til þess að fólk, nema náttúrulega lögreglufólki sem að vinna þarna á staðnum, en öðru leyti þá eru íbúandir ekki beint fyrir þessu. Þetta frekar það bara að fólk alveg skelfingu lostið út af hvernig svona getur gerst til að ógna lýðræðinu í landinu. Og í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Silju Báru Ómarsdóttur, prófessor í alþjóðastjórnmálum, atburði gærdagsins. En þá snúum við okkur að öðru og hingað heim. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar nú 20 meintra brota á sóttvarnareglum síðustu vikur. Sóttvarnalæknir hefur ekki skilað nýjum tillögum samkomutakmarkanir sem eiga að taka gildi 13. janúar. Mörgum brá í brún við að sjá prest dreifa oblátum í fjölmennri messu í Landakotskirkju á sunnudaginn var án þess að viðhafa nokkrar sóttvarnir. Líklega fara skýrslutökur hjá lögreglu fram í næstu viku vegna þessa brots samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þar eru nú 30 til 40 meint brot í rannsókn, þau elstu frá upphafi aðventu, meðal annars mál sem tengist Ásmundarsal. 11 greindust innanlands í gær með kórónuveirusmit, þar af voru 4 ekki í sóttkví. Beðið mótefnamælingar úr 10 smitum sem greindust á landamærunum í gær. En í fyrradag greindust 13 með virksmit á landamærunum. Nýgengi smita á landamærum nú hærra en innanlands, sagði sóttvarnalæknir á upplýsingafundunum í morgun. 22 hafa nú greinst með breska afbrigði kórónuveirunar, þar af 3 innanlands, en þeir tengjast allir fjölskylduböndum þeim sem greinst hafa á landamærum. Þetta afbrigði meira smitandi og af því tilefni vill sóttvarnalæknir skylda komufarþega í 2-faldaskimun eins og hann hefur reyndar lagt til áður. Ég hef tekið þetta upp aftur og lagt þessa tillögu aftur fyrir ráðherra. Nú eru 126 í einangrun og 279 í sóttkví á landinu. Hlutfallslega langflestir eru í Hveragerði eftir að uppkom smit hjá kennara í grunnskólanum. 74 nemendur og 8 starfsmenn eru nú í sóttkví. Samtals eru 4 með smit í bænum. Lyfjafyrirtækið Pfizer hefur ekki svarað tillögu sóttvarnalæknis eða Kára Stefánssonar að bólusetja meirihluta Íslendinga í svonefndri 4. fasa rannsókn. Ég held að fara nú að koma því að við þurfum að fá svör annaðhvort já eða nei og bara þannig við vitum hvar við stöndum. Þórólfur að móta tillögur sóttvarnareglur eftir 12. janúar. Já, það bara allt til í dæminu. Það eru 3 möguleikar, annaðhvort að við slökum á, við höfum það óbreytt eða við herðum og það fer bara allt eftir því hvernig faraldurinn verður.
Nýtt veirugreiningartæki Landspítala sem kostaði 100 milljónir króna komið á sinn stað í húsnæði sýkla- og veirufræðideildar Landspítala 2 mánuðum á eftir áætlun. Saga þurfti niður veggi til að koma því inn í húsnæði deildarinnar í Ármúla. Tækið gerir veiru- og sýklafræðideild kleift að greina alltaf 4.000 sýni á sólarhring. Síðan faraldurinn hófst fyrir 10 mánuðum hefur Íslensk erfðagreining greint meirihluta COVID-sýna en í byrjun febrúar vonast til að þar verði breyting á þegar búið verður að setja tækið upp og kenna starfsfólki Landspítala á það. Landsréttur felldi í dag úr gildi úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur sem vék Lárisi Sigurði Lárussyni úr stóli skiptastjóra þrotabúsins Þórodds ehf. Kröfuhafar Ídak ehf og Ríkisútvarpið höfðu lýst óánægju með hvernig hann fór með sölu hússins Þóroddsstaða við Skógarhlíð í Reykjavík. Lárus baðst lausnar sem formaður stjórnar Menntasjóðs námsmanna eftir að héraðsdómur vék honum úr starfi skiptastjóra. Landsréttur úrskurðaði að kröfuhafar skyldu greiða Lárusi 496.000 krónur í kærumálskostnað. Og þá norður, rafmagn fór af slökkvistöðinni á Akureyri nokkrum andartökum áður en útkall barst eldi í Glerárskóla í gærkvöld. Rafmagnsleysið tafði slökkvilið en því tókst þó að slökkva eldinn áður en hann breyttist út. Allt tiltækt slökkvilið var kallað að skólanum klukkan 11:30 þegar tilkynning barst eld við kjallara skólans. Íbúi í hverfinu tók þessar myndir nokkrum sekúndum eftir að eldurinn kviknaði. Sérðu þetta? Það kviknaði í skólanum, sko. Já. Oh my god. Shit. Talið að eldurinn hafi kviknað út frá flugeldum sem voru sprengtir hér í kjallaranum og læst sig í timbri og rusli í geymslunni hér við hliðina á. Þaðan hafi svo reykur og sót borist yfir í spennustöðina sem sló út öllu rafmagni á stórum hluta bæjarins. Það vildi nú þannig til að nokkrum mínútum eða náði mínútu áður en að útkalli kom þá fór nú rafmagni hérna á stórum hluta bæjarins og þar á meðal slökkvistöðinni. Þannig að við þurftum nú að byrja að berjast við að koma bílunum út af stöðinni, sko. Tafði nú aðeins fyrir, sko. Skólahald féll niður í skólanum í dag og voru starfsmenn í óðaönn að þrífa og lofta út þegar fréttastofu bar að garði. Þetta eru töluverðar skemmdir en þetta hefði getað farið miklu verr. Þetta hefði farið inn í kennsluámurnar eða borist eitthvað víðar, sko. Greiðlega gekk að slökkva eldinn og skömmu eftir að slökkvistarfi lauk höfðu nokkur ungmenni gefið sig fram og viðurkennt að hafa kveikt í flugeldum við skólann. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu málið enn í rannsókn og óvíst hvort kveikt hafi verið í af ásetningi eða gáleysi. Ný rannsókn Íslenskrar erfðagreiningar leiðir í ljós að erfðamengi eineggja tvíbura eru ekki eins, líkt og gengi hefur verið út frá hingað til. Kári Stefánsson segir niðurstöðurnar geta breytt túlkun á eldri rannsóknum áhrif erfða og umhverfis. Það getur verið erfitt að þekkja eineggja tvíbura í sundur útlitslega og yfirleitt hefur verið gengið út frá því að erfðamengi eineggja tvíbura séu eins. En vísindamenn hjá Íslenskri erfðagreiningu hafa komist að annarri niðurstöðu. Nú erum við búin að sýna fram á að það eru ýmsar stökkbreytingar sem finnast í öðrum af eineggja tvíburum og ekki hinum sem að geta skýrt töluverðan mun á tvíburunum. Niðurstöðurnar voru birtar í vísindagrein Nature Genetics í dag. Vísindamennirnir komust að þessari niðurstöðu með því að leita að stökkbreytingum á fyrstu dögum fóstursins. 390 tvíbura pör tóku þátt í rannsókninni ásamt fjölskyldum þeirra. Erfðaefni þeirra allra var aðgreint. Og að þann hátt þá getur maður komast raun hvenær stökkbreytingin átti sér stað í ákvaða aldri fóstursins og á þann hátt má nota þessar stökkbreytingar að vissu leyti til þess að ráða gamlar gátur það hvernig mannsfóstrið þroskast á fyrstu dögum fósturskeiðs. Eineggja tvíburar hafa verið notaðir til að skilja á milli áhrifa, erfða og umhverfis. Það verður að nota eineggja tvíburana miklu varlegri hátt og verða að ganga úr skuggum að það séu ekki stökkbreytingar að baki í þessum svipjörnum sem er að skoða. Gæti þetta breytt þá einhverjum svona eldri rannsóknum? Það getur breytt túlkun á eldri rannsóknum og hljóta að gera það. 11 ára hafnfirskur drengur sem þurfti að vera í 5 mánuði í sóttkví og svo í einangrun á spítali í Englandi fann snilldarráð til að vinna bug á leiðindum. Hann fór að æfa sig á jójó og notaði meðal annars æðarlegg sem hann var með í jójóæfingar. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. Þórarinn hefur ekki alltaf verið svona flinkur með jójóið. Hann byrjaði að æfa af kappi í júní. Ég var í lyfjameðferð. Hana þurfti Þórarinn vegna þess að skipta þurftum beinmerg hjá honum
af því að hann eða var með CGD sjúkdóminn. Systir hans gaf blóð fyrir stofnfrumuskiptin sem voru gerð í Newcastle. Þurftir að vera lengi þarna út í Englandi? Já, ég var í 5 mánuði. Var þetta leiðilegt? Þetta var svolítið leiðilegt, já. En þó maður þurfa að vera með æðaleggu á sjúkrahúsi hægt að gera ýmislegt skemmtilegt. Á spítalunum voru svona COVID-reglur að reyna að lágmarka umgangum spítalan, þannig að það var alltaf bara annað foreldrið sem mátti vera þar í einu. Þannig að þetta er 5 mánaða sóttkví og einangrun sem við kláruðum hann úti. Var þetta ekkert erfitt að vera svona? Sko það er ekki fyrir að koma heim aftur sem við tölum við fólk sem er ekki með grímur. Þetta var smá erfitt, en ég er mjög glaður að vera komin aftur heim. Þetta hefur gengið vel? Já, þetta hefur gengið bara mjög vel, bara frábælega. Ónæmiskerfi Þórarins þarf að byggjast upp frá grunni eftir aðgerðina, en hann er laus við þráláta verki sem hrjáðan áður. Eftir svona mánuð kannski þá get ég hlaupið, borðað venjulega mat. Ég var á sérstöku mataræði áður en ég fór til Englands, en núna get ég bara borðað eiginlega það sem ég vil. Duglegur strákur og til fyrirmyndar. En þá að veðri. Í kvöld ganga skil yfir landi með hvassri vestanátt, rigningu og hlýindum, en á morgun snýst smám saman í norðlæga átt á norðanverðu landinu og kólnar aftur. Það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar er það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttir kvöldsins. En ríkir alger óvissa hvort forsendur séu til að heimila íþróttakeppnir á ný á Íslandi. Landsliðsþjálfari Íslands í handbolta segir að liðið geti bætt heilmargt frá leiknum í gær fyrir næsta leik gegn Portúgal á sunnudag. Stuðningur almennings í Japan við að Ólympíuleikarnir verði haldnir fer sífellt dvínandi. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Tókjó. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Krafan að Donald Trump verði vikið úr embætti verður sífellt háværari eftir óeirðir í höfuðborginni þar sem stuðningsmenn hans gerðu árás á þinghúsið. 4 létu lífið í óeirðunum. Forseti Íslands og forsætisráðherra eru sammála að árásin á þinghúsið í Washington hafi verið árás á lýðræðið að áeggjan fráfarandi forseta, segir forsætisráðherra. Utanríkisráðherra segir málið ógnvekjandi. Slökkvistöðin á Akureyri var rafmagnslaus nokkrum andartökum áður en útkall barst eld í Glerárskóla í gærkvöld. Nokkur ungmenni hafa gefið sig fram og viðurkennt að hafa sprengt flugelda við skólann. Þótt eineggja tvíburar séu oft á tíðum afar líkir þá leiðir rannsókn íslenskrar erfðagreiningar í ljós að erfðamengi þeirra er ekki eins líkt og talið hefur verið. Þessum fréttatíma er þá lokið. Það eru næst fréttir í útvarpi og sjónvarpi í klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is en nú er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi og við ætlum að setja gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld.